og velkomin. Núna erum við kannski búin að mýkja aðeins háls og herðar og höfum ákveðið að halda áfram með mjúkt flæði. Svo við komum okkur bara á 4 fætur og byrja á 4 fótum. Og við stillum upp með hníjandi mjöðmum, táberg í dýnunni, lóana beint undir öxlum. Og við byrjum á því að tæma lungun, setjum kripuna mjúklega upp á baki. Og við endum að, fettum og horfum fram. Maður haldur svona áfram á okkar hraða, fylgja önduninni, alltaf, leyfa rófubunna að leiða hreyfinguna og finna svo hvernig hver hryggjarliðurinn eltir næsta. Við erum að flæða frá kó, hér erum við í kó og svo þegar krypan kemur upp þá erum við komin inn í köttin. Svo ætlum að nota þessa æfingu aðeins til að skoða bakið, finna hvað það segir í dag. Finna hvort það er munur, hægri og vinstri hliðin á bakinu. Kannski finnum við hvað kviðarvöðvarnir segja í dag. Það er bara róleg hreyfing, bylgjuhreyfing eftir hreyfing. Endum á næstu útöndun með góða grip á bakinu. Og svo réttum við bakinu. Og við búum til nokkrar áttur með mjöðmálmi, svo við setjum mjöðmyrnar til vinstri og á útöndun fyrir við hring aftur á hæla. Og svo koma mjöðmyrnar til vinstri, á innöndun fyrir hring fram á handleggi. Höldum svona áfram á okkar hraða. Finnum hreyfinguna sem passar mjöðmálum okkar núna. Kannski viljum við stórar áttur, kannski litlar. Kannski passar okkur betur að búa til hringi í þetta, frekar en áttur. Þetta er tími líkamans núna. Svo erum við alveg að heyra í honum. Að heyra allt sem hann hefur að segja okkur, án þess að dæma. Og við ætlum að hlusta líkamann í gegnum allan tímann. Ef hann segir okkur eitthvað tímann að það sé komið nóg eða við séum komin of langt í einhverju stöðu þá tökum við skref tilbaka. Hér erum við ekkert að reyna. Hér erum við bara að gera og skoða. Við skiptum átt svo við komum með mjöðmyrnar til hægri og aftur á útöndun. Og við förum til hægri og fram á innöndun. Mögulega heyrum við aðeins í öndunin okkar. Sem djúpt ofan í hálsi eins og við værum að blása móðu og gler. Ef að öndunin okkar er róleg og djúp, og fylgir hugurinn. Hann verður líka rólegur. Við ætlum á endanum bara að setjast aftur á hæla, leggja ennið í dýnu, við göngum fingurna áfram og við teygjum á bakinu, teygjum á síðanum. Finnum hérna að við opnum bringu og opnum inn í handakrikana. Öndum út í síður og hér getum við gengið fingurna aðeins betur fram ef við viljum. Svo setjum lyftast aðeins og við opnum betur inn í bringuna. Finnum okkar stöðu, okkar hvolpateygi. Á næstu innöndun finnum við okkar leiðin í svaninn. Við getum rennt eins og ormar fram dýnu eða farið á 4 fætur og þaðan stillt upp í svann. Finnum góða sveigju á líkamannum, finnum bringu að opna. Hálsinn langan við ýtum dýnunni vel niður. Leyfum mjöðmálum að leita bæði niður og fram. Og hérna getum við rétt á njánum ef við viljum. En höldum táberginu í dýnu. Þessum svani höldum við táberginu í dýnu.
En tyllum hnjánum niður áður en við lyftum í hund. Þrýstum setbeinum upp og aftur á útöndun. Þrýstum fingraberginu vel niður í dýnu, finnum mjúkt bil á milli fingrana. Langatöng vísar beint fram. Þannig getum við beitt nýjan örlítið. Þrýstum setbeinunum vel upp og aftur, lengjum hyggjum vel, eins og við séum að teygja okkur. Við ýtum dýnunni niður og svo byrjum við að mýkja fótleggina. Göngum hælana upp og niður til skiptis. Mjaðmirnar dansa aðeins með. Kálfarnir mýkjast. Á endanum síga hælarnir báðir í áttina að dýnu. Og við finnum stöðuleikann í stöðunni. Finnum samt allan tíman hvernig hver innöndun lengir hrygginn örlítið og hver útöndun lengir betur aftan á fótleggjanum. Svo stundum þegar það lítur út fyrir að við séum alveg kjur, stundum er heilmikið að gerast og stundum þegar við erum heilmikið að gera. Það er ekkert með kyrrð innan með okkur. Og bein nýjan. Leggjum okkur saman inn í umbann. Við leggjum ristar í dýnu, enni í dýnu, handleggina niður með síðum og við gefum alveg eftir. Ætlum að leyfa okkur hér að leka niður í dýnu. Svo finnum hvað axlirnar eru þungar, hvernig það er sökkva. Finnum bakið allt gefa eftir og sé fyrir okkur pönnuköku. Svo lekur bara í allar áttir á pönnunni. Öndum út í bakið og höldum þannig mjúku. Við rúllum hrygginn upp rólega og við sitjum á hælunum. Bakið er beint, axlirnar slakar, en á innöndun koma hendurnar beint fram. Á útöndun svífa hendurnar aftur fyrir bakið, læsum fingurna saman, spennum handleggina aftur, sveigjum aftur, fyllum lungun. Öndum frá höllum fram, enn í dýnu, handleggir upp og yfir höfuð. Þrýstum handleggjanum lengra og lengra upp og yfir. Kannski draga handleggirnar okkur áfram svo við rúlum alveg upp á hvirfil. Vekjum hvirfil, styrkjum örlítið hálsinn. En vinnum allan tíman með axlir að herðar. Svo hverju útöndun þrýstum við handleggjanum pínlítið lengra. Allt í lagi gefa aðeins eftir á innöndun. Höldum handstöðinni en sígum rólega aftur niður á hæla og við rúlum hrygginn upp. Sveigjum aftur, fyllum lungun. Sleppum höndunum fram. Svo finnum áhrifin frá jógamantri. Finnum þessa tilfinningu alveg frá hvirfli, niður í fingur. Þess að komum við á 4 fætur. Og vinda okkur svolítið og þræða nálina. Hnén í annað breitt. Við tökum hægri hendi að öndum að teygjum hægri hendina upp til hægri og á útöndun stingum hendinni undir vinstri. Og við leggjum okkur þægilega niður. Við leggjum hægri öxl vel í dýnu. Munum að draga haugun í átt á vinstra handakrika, hálsinn langur að aftan. Svo teygjum við vinstri hendina upp. Getum gengt kló í dýnu ef það er þægilegra. En kannski teygjum hendina upp. Og svo ef við dýpkum vinduna er það öxlinn sem að leiðir inn í vindi. Handleggurinn fylgir með. Lói vísar alltaf í sömu átt og bringan. Svo við opnum innanverðan handlegg. Finnum öndunina hér. Finnum hvert hún leitar. Finnum kannski hvert hún þyrft að leita. Hvar liggja fyrir stöðnar í nálinni í dag? Og rólega komum við tilbaka upp á 4 fætur.
Og núna tökum við vinstri hendina upp á einendun og við öndum frá, þræðum hendinni í gegn, undir, hægri. Komum okkur þægilega fyrir. Finnum stöðuna, gefum okkur tíma. Finnum að fyrir vel hálsinn og svo kannski tegjum við hægri hendinni upp. Og svo þegar öxlin leiðir okkur inn í dýpri vindu, finnum við hvernig við veltum örlítið aftar á hnakkann. Hvað segir þessi hlið? Við komum rólega tilbaka. Svo komum við upp á 4 fætur. Og núna ætlum við að stilla okkur upp í dúfna. Kapottasana, Raja Kapottasana. Svo á næstu innöndun þrýstum við hægra fæti, beint aftur. Á útöndun drögum við hnéð í átt að hægra álið. Við leggjum, leyfum leggnum að leita til vinstri og svo rennur vinstri fótur aftur. Gefum okkur tíma. Mjaðmirnar sökkva samferða niður og alltaf bara eins og passar. Hér allt í lagi að geyma legginn undir lærinu ef það passar betur. Við getum svo notað púða eða eitthvað til að hjálpa okkur. En kannski leyfum við hérna mjöðmannum bara að sökkva svolítið samferða og þegar við erum tilbúin leggjast við fram á dýnuna inn í sofandi dúfa. Supta stöðin. Við leggjum höfuðið þangað sem þægilegt að leggja það. Kannski fer ennið beint ofan í dýnu. Kannski ofan á framhandleggi, handabögg, púða, hvað sem er. Sjáum hvort að herðarsvæðið gefur ekki bara vel eftir. Finnum teygjuna niður eftir hægra læri. Og hérna tökum við eftir önduninni. Og við tökum eftir hvað við gefum vel eftir á útöndun, hvernig teygjan dýpkar á útöndun. Finnum hvernig allt óhætt að sleppa, óhætt að leyfa mjöðmannum bara að sökkva. Svo reisum okkur upp. Leggjum lófann í dýnu og stillum af svo núna. Hugsum vinstri mjöðm vel niður. Við drögum kviðina lítið inn. Naflaður lítið nær, hryggsúlu. Við lyftum bringubeininu eins og við værum að lyfta bindisnúknum. Og við lyftum hvirfli og öndum. Finnum djúpa öndun. Svo við drögum athyglina hér, niður í vinstri nára, sjáum hvort að öndunin fylgir með. Hvort við á endanum. Öndum með vinstri nára. Við leggjum okkur aftur fram á dýnuna. Drögum vinstri fót fram. Við setjumst á hælana og jöfnum mjöðmina. Bökum aðeins. Svo komum við aftur á 4 fætur. Á innöndun þrýstum við vinstra fæti beint aftur. Og útöndun drögum við hnéð í átt að vinstra úlið. Leggur leita til hægri og hægri fótur rennur aftur. Við stillum stöðuna af. Leyfum mjöðmum að sökkva. Og þegar við erum tilbúin, leggjumst við fram á dýnuna og komum okkur þægilega fyrir, inn í sofandi dúfu. Svo kannski leggst enn ofan í dýnu, kannski ofan á handabögg. Finnum teygjuna, niður eftir vinstra læri. Finnum hvernig við treystum og leyfum hana. Leyfum jörðinni að toga okkur til sín. Og við reisum okkur inn. Við leggjum lóð í dýnu, stillum af, sökkum mjöðmum. Drögum kviðinn inn, lyftum bringubein og hvirfli. Finnum þessa opnunin í hægri nára. Finnum öndunina, finnum hana djúpa. Kannski náðum við að anda alveg niður í náran.
Leggjum svo aftur fram á dýnuna og drögum hægri fót fram. Setjumst á hælana, jöfnum mjaðmirnar, rugum okkur aðeins. Við rúlum hrygginn upp. Komum alla leið upp á hnén. Leggjum lófana aftan á mjaðmir og stillum upp fyrir úlnóttastöð. Svo hné og hælar í mjaðmabreidd. Fingurnir vísa niður og olnboga beint aftur og við finnum hvað við styðjum vel við spjaldið, drögum kviðinn, þrýstum með mig fram, lyftum bringu. Hér getum við ekki tökum við bringu ef það passar hálsinum betur við getum líka. Eftir höfðum rólega síga aftur. Eða við vitum að hælanum fyrir aftan okkur. Nú getum við tekið það. Getum skoðað einnig. Þessum að vilt gagstæðandi upp og skipt. Ef við vitum að hælanum þægileginar seilingar, þá grípum við þá. Höfum sígur aftur, mjaðmir, leita betur og betur fram og bringan opnast betur og betur. Ef við stýrum áfram við bak, reisum okkur upp og sígum svo niður ef við höldum verið hæl, mögulega bara sígum niður. Veljum okkar leið, við leggjum okkur saman í úpan. Enni dýnu, handlegginn niður með síðan, gefum okkur. Og rúlum hrygginn upp. Náum fótunum fram fyrir okkur og setjumst í stað. Svo erum við að byrja að finna hérna staðinn. Finna hrygginn alveg beinan og ristan, finna fótleggina svolítið vakandi, bringa opin, herðarsvæði mjúkt. Og í þessari stöðu fingurnir bara létt í dýnu. Finnum við hvað auðvelt að anda djúpt. Finnum með hrygginn svona beinan hvað verður gott rými í kviðnum fyrir djúpa andun. En svo tökum við vinstri yl, við leggjum hana innan á hægra læri fyrir Janusirsasana eða enn yfir hnén. Kannski stingum við nokkrum tám undir læri því hvað passar. Við byrjum á því að kreppa hægri ökkla, öndum að lengjum hrygginn, átöndum, mýkjum, beygjum við aðeins, leggjum okkur saman, grípum undir táberg, lefum svo hælnum að renna rólega fram. Svo að finna mátulega teygju aftan á hægra fótlegg. En leyfum enni og olnbogum að þyngjast og sökkva. Leyfum enninu að síga og öndunin heldur bakinu mjúku við, beinum öndunum út í baki. Og ná innöndun. Reisum okkur rólega við og skiptum fót, svo við réttum á vinstra. Við leggjum hægri yl innan á vinstra læri, kannski nokkur tær undir læri. Og við kreppum vinstra ökkla, öndum að lengjum. Átöndum beygjum við, leggjum okkur saman, grípum undir táberg og svo rennur hællinn rólega fram. Svo við finnum þessa mátulegu teygju aftan á vinstra fótlegg. Finnum mýktina aftan á hálsinum yfir öllu bakinu, milli herðablaðanna. Öndum hér. Og innöndum. Reisum okkur rólega við. Við réttum úr hægra fæti og stillum upp í sitjandi vindu. Svo við tökum vinstri yl, stígum yfir hægra hné. Við grípum vinstra hné, stýtjum framalega á setinu. Öndum að lengjum hrygginn. Átöndum, vindum við til vinstri, við tyllum fingrunum og létti dýnum, ekki halla okkur eftir að lóa. Hryggurinn ennþá lóðrýttur. Kannski höldum við utan hægra hné, kannski fer handleggur alveg hné. Við getum
skoða muninn að þið vera fingrum að vísa upp eða hvort þið viljið leggja lóan utan á mjög. Haka í átt að vinstra handakrika og hér finnum við hverju einandur leggja rygginn aðeins, hverju útandinn dýpka vindinn aðeins. Komum rólega tilbaka. Við skiptum, svo við stígum hægri yfir vinstra hné og við grípum hægra hné, sitjum vel. Öndum að lengjum hrygginn og á útöndun vindum við til hægri. Við tyllum fingrunum létt í dýnu, haki átt að hægra handakrika. Finnum hér hvernig öndunin leiðir okkur áfram, hvernig innandur lengir hrygginn og lítið rými milli hryggjarliða. Á útöndun mýkjast kviðarvöðvarnir og leyfa aðeins dýpri vindi. Svo svona. Einn andardrátt í einu. Höldum áfram. Á innöndun komum rólega tilbaka. Við réttum úr hægra fótlegg, leggjum, fingur í dýnu, bringa opinn, hryggurinn langur, beinn, öndunin djúp, alveg eins og áðan í upphafi. Við stafurinn sitjandi, sama stíti, sitjandi kyrrstaða. Við sitjandi kyrrstöði, sitjandi stíti. Kannski finnum við hugan í kyrrstöði stíti. Við setjumst á miðja dýnu, leggjum ilja saman, drögum hælana að okkur, leggjum okkur niður í sofandi firildi, rúllum hrygginn niður. Handleggir þægilega til hliðanna út frá líkamannum. Þegar okkur hér aðeins bara að sleppa taki, finna hnén svífa fyrir ofan gólf. Finna hrygginn langan alveg upp í kviður mjúkur, lyftist á innöndun, sígur saman útöndun. Nokkrir djúpir andardrættir hér, rólegir og djúpir. Patanjali, höfundur fyrsti sem að skráði jóga. Hann talaði að öndunin ætti að verða löng og mjúk. Rólega leggjum við hnén saman, við drögum við bringunni, tekum þéttum vörugum til hliðana. Við skoðum aðeins bakið og ef að við finnum að þetta er akkurat þessi baki biður í dag, höldum við áfram, rugga til hliðana. Ef við viljum meira grípum undir lagi, drögum hana hjá, út í boltrugum. Á innendur rúlum fram á, útendur rúlum aftur. Kannski eina ferð eftir hægri hliðinni á hryggnum, ein eftir vinstri. Allt eins og passar okkur núna. Og þegar við erum tilbúin, finnum við okkar öfugsnúna stöðu. Kannski komum við alveg upp í axlarstöðuna, sarvangasan. Kannski kjósum við að geima baki dýnu, halda fótleggjunum uppi, veljum víparita krann. Ef við lyftum okkur upp, getum við lyft mjög hálfa leið upp eða háttið. Og svo stillum við stöðuna, göngum herðablöðin undir okkur, olnbogar í axlabreit. Rými undir hálsi, ringan opinn og andlitið út. Svo finnum við aðeins tilfinninguna sem fylgir því þegar hann líkaminn snýr svona. Finnum við jafnvægispunktinn þannig að fæturnir hanga bara uppi. Finnum við hvernig jörðin togar í okkur núna. Úr öfugri átt. Getum við fundið hvað það er
Stórkostlegt hvað jörðin heldur okkur fast á sér. Hvernig fæturnir hanga beint út úr jörðinni á sama tíma og jörðin þeysist geiminn á ótrúlegan hraða. Við notum þetta tækifæri mikinn þagnar, kreppum og fættum. Mikið marklana, rúlum fótunum nokkra hringi í aðra áttina. Svo nokkra hringi í hina. Við stillum upp í hálfan plóg, við geymum vinstri fót uppi, en leyfum hægra sig á róli yfir höfuð. Svo hér finnum bara. Kannski leyfum við fætinum að hanga yfir. Kannski þrýstu út í hæl fyrir hans dýpri tegi. Getum að hugsa vinstri fót sem akkeri sem tengir okkur upp í heiminn. Okkar stað. Skiptum hægri fót róli og vinstri sígur yfir höfuð. Eins og kannski leyfum við fætinum að hanga, kannski þrýstu við hælnum út fyrir betri tegi. Og við leyfum vinstra fæti að koma rúlið upp aftur. Við getum alltaf rúlið okkur út úr stöðinni. Og við höfum allan tímann geymt bak í dýnu. Við höfum bara einn fót að okkur í einu í staðinn fyrir hálfan fót. En núna stefnum við á plóginn saman. Leyfum fótum báðum að síga yfir höfuð. Hlustum alltaf á baki, kannski hugsum allan tímann setjunni beint upp. Sem svona minkum kannski svolítið. Tegina á bakinu. Bara ef að þennan lenda í gólfi. Sleppum við baki. Læsum fingurnar saman, komin í fulla stöðu. Getum við þrýst handleggja svolítið á í dýnu, fyndu hvernig bringan helst vel opin, hvernig allt klásið undir hálsinum er drjúgt. Vandinum beigum hér og rúlum okkur aftur niður. Drögum hérna bringunni og rúkum til hérna. Og mikið mannsbaki. Og við stígum inn í dýnu. Og stilla okkur upp fyrir rúm. Fætur í mjánabreidd, hné í mjánabreidd. Drögum fæturna ekkert nær okkur þetta. Það er gott að ná í góðri styrnu. Og svo stígum við niður, lyftum mjöðum, læsum fingurna saman undir bakinu, göngum herðablöðin undir okkur. Alltaf finnum við þessi sem handstöðu, eins og jógamúdra. Bringa vel opin, herðablöðin vel saman, við getum þrýst handleggjunum niður. Mennum í þessari stöðu öndunin helst allan tíman ótrufluð, opin. Við stígum fastar með dýnu, finnum kraftin í lærunum. Getur verið ágætt að hugsa að við lyftum lærleggjunum upp í heilu lagi. Eftir kvinnum að leita inn og styðja við mjögbak. Eins og við séum að minnka sveina á mjögbakinu. Svo lúsum við hendur, skýrum bakinu. Við komum við þægilega fyrir höldum í ljómyndinu. Setjum hendurnar út til hliðar með lóa niður og lefum hjálma aðeins að velta til hægri og vinstri. En hér fylgjum önduninni sem hér síga á útöndun fyrir lyftast á innöndun. Hér erum við að leita mýkt. Að losum mjóbak, grindina, finna svolítið nýtt aftan á mjaðmarsvæðinu og skoða þessar vöðvar sem við veltum yfir. Geymum við einhverja spennu þarna í dag. Við getum haldið þessari hreyfingu áfram. Ef við viljum, lyftum við iljum frá dýnu. Náum mjóbakinu alveg niður í dýnu og höldum svo fram. Og núna veltum við höfðinu í gagnstæða átt og nýja. Alltaf síðan hérna á útöndun, lyftast á innöndun. Þannig finnum við hvernig síðurnar stýrir þessari hreyfingu.
Getum fundið hvort að hægri og vinstri síða hegða sér eins eða hvort þær velji mismunandi leiðir til að stýra hreyfingunni. Og veltum yfir í annað kampa og finnum hvað við getum þar. Og á endanum réttum við fótunum beint upp. Við grípum einhver staðar í leggina, leggjum herðablöðin af í dýnu, haki átt á bringu. Finnum hér allt baki í dýnu, flatt. Kannski stingum við lærum aðeins dýprum í mjadr. Drögum fótleggina með ykkur. Við erum að færa teina litið til svo við færum fæturna fjær hvor öðrum. Við þurfum ekkert endilega að leyfa þeim að fara eins langt til hliðina og þeir geta. Hvaða staður sem er leiðin áhugaverður. Hvar sem getum við stoppað og dreifið fæturna aðeins nær. Svo bara finnum hvað passar okkur. Akkúrat nú. Rólega, leiðum við fótunum að koma aftur í. Við leggjum handleggina niður síðum, drögum huguna nær bringunni. Finnum kviðinn tilbúin til að styðja við mjóbaki og leiðum fótunum að síða rólega niður. Öndum allan tíma. Við getum hvenær sem skila fótunum niður í dýnu, við erum bara að skoða. Hvað er kviðurinn tilbúin í dag? Mjóbakinn mun lyftast og gerir það alltaf, en alltaf finnum við hvernig kviðurinn styður móti. Á endanum. Gefum eftir. Leyfum líkamann að leka dýnu rétt aðeins. Svo leggjum við fótleggina saman, við lyftum höndunum upp, við lyftum höfðunum upp. Stígum miðjan í dýnuna, náum mjóbakinu alveg niður í dýnu og setjumst rólega upp. Við getum velt okkur út á hlið, ýtt okkur upp og valið okkur aðra leið. En svo veltum við fram og setjum tegjum hendurnar upp í fettum, fyllum lungun. Átendur bein ían, leggjum okkur saman, kviður leitur rétt að lærum, grípum undir táberg, leifum enni og olnbogum að þyngjast og sökva. Og hér rólega rennum við hælunum fram, eins og passar. Og þarf ekki rétt alveg á njánum til að finna góða teygju, við bara fikrum okkur áfram. Við erum ekkert að reyna, við erum ekki að fara neitt, við erum bara að vera, anda, hlusta á líkamann. Svo takið á tánum, rúllum niður í dýnuna, mjúklega og gefum eftir. Leggjum fæturna saman, stígum vinstri ofan á hægra hné og við leggjum hægri lóa létt utan á vinstra lærinu, bara geima lóðunum. Svo tekum við vinstri hendina beint upp í lóðunum, veltum höfðinu til vinstri, vindum yfir, svo lyftum við alveg aðeins, drögum hægri höfðinu til vinstri munn. Líkaminn sjálfur finnur vindina, hægri lóði hvílir bara lærinu. Svo maður finna hvernig við bjóðum upp á þess að opnum frá vinstri mjöðum upp eftir allri síðu. Upp í vinstri handakrika, inn í vinstri brjóstvöðva, upp eftir öllum vinstri handlegg. Öndum inn í vinstri síðu. Finnum hvar fyrirstöðurnar liggja, finnum hvort það er einhver svæði sem myndi alveg þykja aðeins meiri öndum. Á næstu innöndun komum við rólega tilbaka. Fyrst leggjum við líkamann beinum í dýnuna og svo stígur hægri ofan á vinstra hné, við leggjum vinstri lófa bara létt. Við vitum að hægra læri
Hægri hendi liggur upp, veltum höfðinu til hægri. Lyftum aðeins mjöðum og vendum yfir til vinstri. Og munum hér. Líkaminn veit hvað passar honum að vinda. Engin þvingun, engin þrýstingur. Bara leggjum líkamann í vindina og öndum inn í hægri síðu. Tökum eftir. Hvernig innöndun býr til meira rýmin í síðu og hvernig útöndun kemur alltaf með meiri mýkt. Á innöndun komum við rólega tilbaka, drögum hérna bringunni. Ruggum aðeins. Við ætlum að búa líkamann undir slökun. Slökun mikilvægasti þátturinn í jógatímanum. Í slökun gefum við líkamannum rými til að vinna úr, til að endurnýja það sem þarf að endurnýja. Til að fylla sig upp að nýri orku. Svo þegar við erum tilbúin, leggjum við líkamann niður, gefum honum nóg pláss í allar áttir. Og svo finnum við okkar leið sem við finnst hægilegt að spenna líkamann allan upp og sleppa. Sem við finnst gott að fara bara með aðtilina eftir öllum líkamannum frá tám og upp. Svo veljum okkar leið, tökum okkar tíma til að slaka hann. Ég vona að ég horfi á þennan tíma á hverjum degi þessa dagana. Við verðum að halda líkamanum heilum, andanum heilum. En takk heilega fyrir mig í dag. Ljós og friður fylgi ykkur. Namaste.